Hópurinn mættur til Portúgal og fyrsta æfingin búin. Hvernig líst þér á svona aðstæður? Bara vel, þetta gryfja. Þetta svaka gryfja, það setja allir hringinn og mér finnst þessu síðasta leik að væri bara fullt hérna, þannig að þetta verður bara fjör. Svona staðan á hópnum, að vita að Ragnar Margrét að glíma við smá meiðsli, svona staðan á öðrum? Bara fín og Ragnar Margrét ágætt líka og þannig að ég bara mér líst vel á þetta. Ertu búinn að fá eitthvað tækifæri til þess að skoða portúgalska hópinn? Já, við sáum leikina, þessar 2 leiki sem við erum búin að spila núna í keppninni og erum með það á vídeo og svo en það smá breyting á hópnum hjá þeim. Það koma 2 nýjar inn sem eru góðir leikmenn, þannig við höfum ekki séð þannig að það gæti eitthvað breyst hjá þeim. Uppleggið hjá þér, það eitthvað öðruvísi núna heldur en fyrir Ungverja og Slóvakaleikina? Já, það aðeins öðruvísi. Við erum að spila aðeins öðruvísi varnarleik. Við erum að hjálpa meira í kringum teginn og gefum meira fyrir utan. Förum svona meira undir pikk í sérstaklega handoff-kerfinu sem þeir eru með. En eltum svona í öðrum en skiptum líka aðeins meira. Þegar þú talar að skipta aðeins meira, erum við að glíma við svona sömu sentimetra hallarinn á móti Portúgalum líka? Já, þær eru með allavega 2-3 þarna sem eru stærri en okkar stærstu en ég held að það sé ekki alveg sama vandamálið en við erum náttúrulega alltaf aðeins minni heldur en það eru stærstu en mér sýnist í svona þessum bakvara og forvartastöðum að við séum bara með svipaðar stærðir, þannig að þetta alltaf í lagi.